Jónas Reynir Gunnarsson öflugur og efnilegur rithöfundur. Við mæltum okkur mót við hann í heimabæ hans, Fellabæ. Jónas, við erum staddir hérna í bókaffi Fellabæ. Þú ert alinn hérna upp í Fellabæ og gengur svo í menntaskóla hérna á Egilsstöðum. Er það á þessu tímabili sem þú kveikir á því að ég langt til að vera rithöfundur? Ég er ekki alveg viss hvort ég hafi einhvern tíma kveikt á nákvæmlega því að mér langaði til að vera rithöfundur, en ég hef á þessu tímabili var ég mikið að skrifa og ég skrifa leikrit og myndasögur og fleira, þannig að já, ég hugsa að það hafi nú eitthvað kviknað á þess að ég hafi endilega tekið skýra ákvörðun eitthvað varðandi framtíðina. Hvað tekur svo við þegar þú ferð hérna eftir menntaskóla? Þá er ég aðeins að slæpast í svona ár og svo fer ég í ritlist í Háskóla Íslands og klára grunnnám þar og held svo áfram í framhaldsnám í því. Og þú ert á heimavelli í ritlistinni í háskólanum? Já, ég allavega fann mig mjög vel í þessu námi og prófaði nýja hluti eins og ljóðlisti. Ég hafði ekkert verið í ljóðum áður en ég kom í háskólann og fleira, þannig að það var margt sem opnaðist fyrir mér í þessu námi. Og á síðasta árið þá gefur út 2 ljóðabækur og 1 skáldsögu. Já. Og ein ljóðabókin vinnur bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar, er það ekki rétt? Jú. Og hefur fundið jákvæðar viðtökur við bókunum þínu? Já, ég einhvern veginn að þetta skuli alltaf hafa lent á sama punktinum þessar 3 bækur var var eiginlega óvart. En ég held að hafi bara borgað sig, sko, svona eftir á að hyggja og fékk alveg ágætis athygli og eins og þessi bók hérna, Stór olíuskip sem vann verðlaunin. Ég hafði ekkert planað að gefa hana út fyrr en að ég bara fekk símtalið að, sko. Hún bara einhvers staðar ofan í skúffu? Já, ég var ekkert að flýta mér, sko, að gefa hana út. Og að hverju ertu að vinna þessa dagana? Nú er ég að vinna nýrri skáldsögu sem kemur út í haust og ég er svona á lokametrunum með hana. Viltu gefa eitthvað upp hvað hún er, hvers slags bók það er? Já, ég vil það, en ég er mjög lélegur í því, samt. Ég veit ekki alveg, sko, fólk hefur spurt mig hvað hann er og ég segi alltaf bara deburð. Og já, ég er eiginlega að bíða eftir að, sko, fólk sem er betra í að markaðssetja bækur lesi bókina og segja mér hvað hann er og hvers slags bók þetta er. Þannig við lesum bara það í einhverjum bæklingum og auglýsingum fyrir jólin. Já, ég skulle treysta það bara. Má ég okkur datt í hug hvort það var hægt að biðja að lesa 1 eða 2 ljóð? Já. Hvaða bók ertu hérna með hjá þér? Ég er með Stór olíuskip. Ég hef kannski bara ekkert lesið fyrsta ljóðið úr henni. Það er nafnlaust. Snjór gerir borgina að eyðimörk. Nokkur fótspor. Týndur hundur gengur á milli húsa. Veikur maður liggur í rúmi og drekkur vatn, en lífurinn ræður ekki við andstyggilegar tilfinningar. Hundur gengur borg. Hún var byggð í landslagi þar sem sólin rís aldrei upp fyrir sjóndeildarhringinn. Í íbúð manns liggja föt í hrúgum eins og ættingjar hans hafi gufað upp. Köld eyðimörk. Það þýðir ekki að fara að sofa. Ekkert breytist á nóttunni. Hundur hættir að gelta. Einhvers staðar langt í burtu eru ský sem ferðast bara að nóttu til. Og undir þeim stór olíuskip. Svo stór að þau virðast kyrr. Svo stór að þau virðast mannlaus. Takk fyrir þetta, Jónas, og ég hlakka til að lesa nýju bókina þína. Takk hérlega.